Kári, þetta gekk ekki upp í kvöld, hverju að kenna? Já, sóknarleikurinn síðara hálfleik brast, ég meina við vorum með þetta í jöfnum leik og hérna það sem að kannski gerist er að við færum þeim boltan á svona þægilegum stöðum til að keyra hraðaflöp á okkur og við fáum örgla á okkur 5-6 mörgur hraðaflöpum á þeim kafla og það er ansi dýrt sérstaklega þegar við höfum verið að skora þessi 5-10 mörgur hraðaflöpum og það kom ekki í dag. Þú talar sóknarleikin og hraðaflöpin sem Stjarnan fær, þetta voru oft mjög klaufaleg mistök á þínum stelpum, voru þetta taugar? Gæti verið, ég veit það ekki. Við erum svo sem með reynslu mikið lið að einhverju leiti og kannski ekki alveg hægt að skrifa á það. Við bara svona gerist þetta stundum, þetta dettur fyrir mann og stundum ekki en við þurfum bara að líta fram á næsta leik, það er stutt í hann og safna kröftum og fara vel yfir þennan því að það er ýmislegt sem við getum lagað úr þessum leik og koma á fullum kraft í næsta því að mér fannst svona miðað við síðustu 2 leiki og eiginlega alla úrslitakeppnina, kannski ekki eins mikill kraftur í okkur í dag og hefur verið. Er þetta farið að telja allir þessi leikir á stundum tíma? Ekki meira í okkur, við hafa margir talað um það, við hefum komið svona þægilega inn í þessa rimmu heldur en Stjarnan en nei, ég held nú ekki og örugglega ekkert meira í okkur heldur en hjá Stjörnunni en þetta er bara svona einhvern veginn datt svona í dag og hvort það sé út af því sem var í húfi eða út af umgjörð leiksins eða eitthvað, ég veit það ekki, ég held ekki, þetta bara snýst það að við vorum handboltalega ekki á sama pari á Stjarnan. Þú hefur nú áður lyft Íslandsmeistaratitli í Mýrinni, kanntu ágætlega við það? Já, það var ágætt, það er vel rúnt mann þar og nóg pláss inn í klefa til þess að fagna þannig að við þurfum bara að setja stefnun á það að klára þetta á sunnudaginn því að þetta er komið gott af handbolta í bili.